Ef menn kynnt sér Donald Trump, lesið hann, þetta eins einfaldur maður að hugsa skýrt. Þannig að við erum auðvitað að taka upp hérna á sögulegum tímum. Var það bara hlutabréfamarkaði og fjármálamarkaði heimsvísu. Bara íslensku hlutabréfamarkaði er að lækka á þeim tíma svona 10%. Ég myndi giska á í dag og í gær sé markaðsvirði félagi Kauphallar á Íslandi búið að þurrkast upp svona 600-700 milljarða. Eitthvað eitt í ákvað sem getur komið út úr þessum hörmungum sem við erum að horfa upp á núna. Heimsvísu að við förum hérna á Íslandi að tala meira verðmætasköpun. Hvort þýðir þetta að Ásgeir Jónsson líklegri til þess að lækka vexti eða hækka vexti? Það sé ekki áhættunar eða kostnaðurinn sem virðir því að dýpka viðskiptalegu og efnahagslegu tengslin við Bandaríkin. Þetta verið að takast? Að selja Íslandsbanka? Já. Í síðustu viku hefði ég sagt 100% já. Æja, hörður, hvernig ertu? Ég bara ágætur. Það ekki, ritstjóri Innherja. Þeir sem eru klárir eru með aðgang þar. Mjög sniðugt, það fjárfesting. Ef þú vilt hafa puttan á púlsinum en ekki bara setja puttan í loftið þú ert að gera fjárfestingar. Þá ertu með aðgang þar og þetta er ekki plugg, þetta er ekki greitt. Nei. Þetta er ég er með aðgang þar og það er mjög sniðugt. Og það er farið grundugt í það, sérstaklega hvað varðar svona íslensk fjármál. Já, svona fókusur á fjármálamarkaðinn. Já, sem er nú mikilvæga núna. Já. Hvað er það sem er svona merkilegast sem þið vist vera að gerast núna í dag? Ég meina, síðast ég leit á síminn áður en byrjuð upptöku, þá sá ég að við erum að taka upp hérna á föstudegi klukkan 2. Já. Markaðinn í Reyma niður 4-5%, sum félögum 8-9-10%. Þetta kemur auðvitað í kjölfar á öðrum eins degi í gær, þannig að við erum auðvitað að taka upp hérna á sögulegum tímum. Það var það bara hlutabréfamarkaði og fjármálamarkaði heimsvísu. Þetta er aflengina því þeirri stríðsyfirlýsingu, má maður ekki orða það þannig, jú. Sem Bandaríkjaforseti hendi í heiminn seint á miðvikudagskvöld. Og það sem þetta gerist í dag, þetta var eitt mesti dagur á bandarísku hlutabréfamarkaðum á 50 í gær. Það sem þetta er núna síðan í dag er að svona valda ennþá meiri lækkun allan heim. Þetta Kína er að bregðast við með sambærilega háum tollum á Bandaríkin og við vitum að Evrópusambandið ætlar að gera slíkt í sama. Þannig að við erum þetta bara stödd núna í einhverju ótrúlega aðstæður og það sem virðist að fara af stað bara allsherjar viðskiptastríð milli Bandaríkjanna og allra helstu viðskiptalanda þess. Jafnvel meira til, það var þetta komískt en líka leið sorglegt einhvern veginn að sjá þær þjóðir sem rötuðu á hana lista hjá Bandaríkjunum. Alveg niður í smæstu fátækustu þjóðir í heimi sem þetta er að verða að fara mjög fyrir barna þessu. Já, nákvæmlega og þetta er náttúrulega, og eins og segir, hlutin er að gerast að hratt, það er svona átt að vera áskrifandi á partus.is/ein pæling út af því að annars er þetta að fá hana þátt töluvert síðar en aðrir og með auglýsingum en þeir sem eru með puttan á púlsinu þeir eru með áskrift á Partus og Innherja náttúrulega. Ég meina þú baðst með að koma hérna fyrir hvað 3-4. Já, og það hefur breyst alls síðan þá. Þetta er alveg ótrúlega sko. Bara íslensku hlutabréfamarkaði er að lækka á þeim tíma svona 10%. Ég myndi giska á í dag og í gær sé markaðsvirði félagi Kauphallar á Íslandi búið að þurrkast upp svona 600-700 milljarða. Jesus, sko, það er eitt sem ég fara að pæla í þessu því að þegar hann tilkynnti þetta í gær. Já. Og fyrra dag. Nei, 1. apríl. Var það ekki? Jú, 1. apríl. Og maður svona vonast til að þetta var í gabb. Og hann tilkynnir þetta. Ég var að fylgjast með Keldunni á svona næstu daga. Það var ekki það mikið hreyfingum, jú, að vissulega einhver lækkun en samt svona einhvern veginn var fólk að tala um kannski er þetta alltaf læg út af því að við erum í þessum 10% hlutum en þetta gæti verið gott fyrir okkur. Síðan þegar Kína grípur inn núna í dag, þá byrjar þetta hríðfalla. Erum við svona miklu háðari kínverskum markaði eða svona? Nei. Hvað er það? Þú veist, í fyrsta lagi held ég ágætt að bara allir séu svona tiltölulega auðmjúkir gagnvart því að vita ekki neitt hvað er í vændum. Þú veist, við erum bara í svarta myrkri. Einu sem við vitum að þetta verður slæmt, hversu slæmt það verður kemur í ljós seinna. Það að Kína sé að grípa til þess aðgerða sem vantilega fyrirsjáanlegt, það þetta bara verður svona meiri staðfesting fyrir markaðsaðila að við erum að fara í allsherjar viðskiptastríð. Stóru ríkin,
sem þessi Kína þessi tilfelli eða Evrópusambandið ætla sér ekki að sitja hjá og grípa ekki til neitt aðgerða. Þannig að ég hessi svona helst það sem ég lesi í það af hverju lækkanar fóru svona skart af stað núna í dag. Ísland, þú veist, ef við lítum til hagsmunina sem það var svona fyrstu viðbrögð hérna í Íslandi og við séum það endurómast í svona viðbrögðum stjórnvalda og hagsmunaaðila í atvinnulífinu eftir þetta kom fram að þetta var skárra gagnvart okkur Íslandi heldur en flest önnur ríki í kringum okkur varðandi tollana. Það verður að tala 10% allsherjar toll sem svona lágmarkstóllurinn sem Bandaríkjaforseti að boða. Undanskilið í því reyndar öll lyfjaframleiðsla í heiminum. Þannig að fyrirtæki svo Alvotech fær ekki á sig toll. En það svona flestir sem búast við að það væri nú bara tímabundið. Og menn svona, ég segi ekki vörpuðu öndunni léttar en að vera allan með 10% samanborið við 15% í Nóri og 20% í Evrópusambandinu. En það kannski, það kunni að skapa einhvers konar Ísland verið hlutfallslega betri samkeppnisstöðu heldur en þessu ríki varðandi sölu á fiski eða lækningatækjum eða öðrum slíkum varningi til Bandaríkjanna. Ég vil ekki tala álið. Álið, sem var nú held ég var ekki búið að setja toll á það áður en að Trump tilkynnti þessar aðgerðir 1. apríl. En ég held að sko óbeinu áhrifin sem Ísland verður fyrir óháð því hvort að við séum bara með 10% toll en ekki 15 eða 20, þau verða miklu meiri. Ísland lítið opið að hagkerfi og þar alveg endur bara verðtaki varðandi þróun og heimsmarkaðsverði á öllum vörum eða varningi að þjónustu í heiminum. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og það hætt við því að núna þegar þetta allsherjar viðskiptastríð skellur á að við séum að fara að horfa fram á mjög lækkandi hagvöxt á heimsvísu og jafnvel eru að birtast hagspár bara núna þegar við tölum sem eru að vera að spá því að það verði samdráttur í heimshagkerfinu ólíkt því sem var áður spáð, það var spáð svona cirka 3% hagvöxt á heimsvísu minnum mig. Bandaríkin eru mögulega að fara að sigla inn í samdráttarskeiði líka sem var ekki talið líklegt fyrir örfáa mánuði síðan. Þannig að allt þetta mun verða miklu skaðlegara fyrir Ísland og ég held að svona helstu áhyggjur sem flestir hafa núna varðandi íslenska hagsmuni enda með snerta ferðaþjónustuna. Bandarískir ferðamenn hafa verið stærsti eða næststærsti hópur ferðamanna sem kemur til landsins, eyðir meira heldur en aðrir og við vitum það að í Bandaríkjunum eru bandarískir neytendur miklu næmari fyrir ganginum í hagkerfinu hverju sinni og sérstaklega mörkuðum. Vegna þess að hinn venjulegi bandaríkjamaður auðvitað með sparnaðinn sinn í hlutabréfum og öðrum fjárfestingareignum í gegnum þetta 401k sparnaðbón sem flestir þekkja. Þannig að þegar markaðir vestra að lækka eins og það var gert núna 15-20% núna á undanfarnum vikum, þá þetta hefur það strax mikil áhrif á svona bandarísku neysluklóna og þeir munu held ég megi slá því föstu minnka við sig í ferðum erlendis og þar á meðal Íslandi. Þannig að þetta er svona kannski svona helstu ákynni sem maður hefur varðandi þannig svo sakistanda varðandi áhrifin á tollunum. Við erum þetta líka að flytja fisk og sjávarafurðir til Bandaríkjanna fyrir cirka 50 milljarðar í fyrra og síðan svona lækning sem nefndi á lækningavörur og tæki fyrir aðra eins upphæð, jafnvel aðeins meira. Þetta er svona tekið sem hafi verið að vaksa mjög mikið á allra síðustum árum, voru fyrir fyndust valla fyrir 5 árum síðan og þarna helst undir Kerecis, Össur minnum mig. Ég held ég fari ekki langt með að Alvotech sé ekki inn í þessum tölum, þannig að þeir hafa verið að útflutningur af þeim hefur farið í gegnum Sviss þar sem hefur verið að pakka lyfjunum hingað til. Þannig að
þarna líka miklu hagsmunir undir og það sem er með svona sjávarútveginn, hann hefur þetta sýnt það svona gennum tíðina, hann er alveg einstaklega góður í að svona haga seglum eftir vindi þegar markaði hefur lokað, þeim síðan eitthvað sem hefði í Rússlandi eða innrásinni í Úkraínu þegar markaðar á þeim svæðum töpust fyrir fisk, þá verið fundir aðri markaðar, þannig að vonandi ná stjórnundu þessara fyrirtækja með alveg gríðulega öflugt svona markaðsstarf út allan heim, að finna þá aðra markaði ef þessi verði eitthvað neginn þröngi til að selja. En síðan, og það er samt aldrei sem ég var svona að rifið upp bara á henni kominga tíðin að ef þú horfir svona 10-12 ár aftur í tíman 2010, 11, 12 hvað bandaríkja markaðar var sára lítill fyrir bæði útflutning af vöru eða þjónustu hjá Íslandi. Í raun og veru var það eina sem við fluttum út var sjávarafurðir. Það var engin fyrirtæki í hugverkaiðnaði eða neitt slíkt, svo heiti getur að selja nettana. Ferðaþjónustan var þetta bara rétt að fara af stað. Þannig að ég held að heildar útflutningstekjur Íslands til Bandaríkjanna, þar skiptir þetta ferðamenninni mestu máli, hafið svona liðlega tífaldast frá 2010-11 til dagsins í dag. Það er rosalegt. Og það sem hvert er hlutfallið í dag? Svona við heildar? Þetta eru cirka 500 milljarðar, en þetta er svona sem ég þá er að þjónustu útflutningur langstæstur, minni með 300 milljarðar, sem er þá já, ég held að sem er cirka það. Já, ferðaþjónustan það. Já. Ég moni þess ekki, það er eitthvað sem hnippir í mig þá ef ég sé að fara með þessa tölvu sko. En þetta er alveg, þetta er kannski svona segjum 20% eitthvað slíkt. Og það sem kannski meira máli skiptir hort fram í tíman er að öll vaxta áform sem fyrirtæki sem við svona verið að horfa til, sem er að fara að auka vonandi útlandstekjur sinna á næstu 5 árum eða svo, hafa verið að horfa til bandaríkjamarkaðar. Við séum greiningar sem hafa verið að koma frá samtökum í iðnaðarins sérstaklega, sem þau hafa verið og gert, þannig að verið að horfa til áframhaldandi vaxtar í þessum finnendum hugverka iðnaði, sem í fyrra var að afla jafn mikil tekna á allir sjávarútveginn, 300 milljörðum. Og gera ráð fyrir 2-földun á næstu 3 eða eitthvað? Já, eitthvað svona 5 árum eitthvað álengu og þetta eru þá vaxtaráform sem eru einhverjum að koma, meðal svo Alvotech, Kerecis og fleiri fyrirtækjum og eins má líka bæta við að þessi landeldis fyrirtæki og fiskeldis iðnaðurinn yfir höfuð, hann hefur að horfa til Bandaríkjanna. Þannig að það er alveg áhyggjuefni ef þessi markaður verður ekki jafn opinn og ákjænsulegur fyrir svona þessi fyrirtæki næstu árum. Já, ég hef mikið talað hugverkaiðnaðinn og það er alveg ótrúlegt hvað hann er lítið til umræðu hér á landi. Kannski er þið bara að halda sér til les svo það verður ekki til auðlindagjalda. Nei, þetta er góð punktur sko, eða maður segja þessi eitthvað eitt í áka sem getur komið út úr þessum hörmungum sem við verum að horfa upp á núna heimsvísu, er að við förum hérna á Íslandi að tala meira verðmætasköpun og greinana sem búa til verðmæti fyrir okkur og gjaldinni fyrir okkur og reynum að hlúa einhvern að umgjörinu fyrir þessi fyrirtæki til að vaxa og dafna, þú veist, vegna þess að núna er það kannski bara nauðsyn. Já, það var einmitt það sem ég langaði svo mikið að koma inn á sko, þegar ég hef svo mikið verið að tala um það hér í þessu hlaðvarpi að það var náttúrulega eitt svona, svo ég nefna nú í 100 skipti, það var svo sérkennilegt ef við hækkuðum launum 10% í 10% verðbólgu og minnkuðum vinnuframlag samhliða því 10%. Já. Og við sagðum bara að það var nú alveg örugglega bara eðlilegt og flott. En núna finnst mér, sko, mér langar svo mikið að spyrja þig, og kannski mér langar líka að spyrja þetta sjávarútveginn, sko, út af því að það hlýtur að vera einhver svona strategísk leið. Þú varst að tala við hann Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, fyrir ekki svo löngu, þar sem að það var einmitt verið að tala um það varu dælt inn ótrúlega mikið af evrum til þess að takast á við styrkingu krónunnar. Og ég fór að hugsa, vá, ég man þegar ég var hérna kringu 2006 í Hollandi, þá var hérna 1 evra 60 krónur og ég gæti keypt allt fyrir vini mína, það var alveg frábært, akkur ættum við ekki að vilja styrkingu krónunnar. En hann segir hérna að það er óþægilegt að sjá utanríkisviðskipti og krónuna vera að færa eftir sitt hvora áttina, eins og hefur verið reyndina undanförnu með gengistyrkingu og auknum viðskiptahalla. Hvað er hann að meina hérna? Svona fyrir það sem ekki þekkja til. Sko. Nei, eins og segir, þú veist, við munum flestir sem erum allan að 30 ára eldri þegar að evran kostaði, hvað, svo segir, 60 krónur og dollarinn fór jafnvel undir 60 þarna á sín tíma 2006 minni mig. Í dag er dollarinn 130 og evran er 145.
það sem skiptir máli á þessum 20 árum næstu því frá því að gengi var á þessu slóðum, þá eru laun og verðbólga búin að hækka miklu meira hér á Íslandi heldur en í evrusvæðinu eða Bandaríkjunum. Og það er alveg hendur skiptir máli ára til þess raungengið. Og raungengið, hvað sem að lítur á það í hlutfalli við verðlag í samanburði við viðskiptalönd eða í hlutfalli við launaþróun í okkar helstu viðskiptalöndum, þá er raungengi krónunar í dag næstu því hæstu hæðum. Það er svona að fyrir að nálgast að vera á sömu slóðum að fóru upp í 2017 og 18 áður en að váir fjall. Og þetta veldur því að það þrengir að rekstrarskilyrðum og samkeppnisefni útflutningsathuganna, sérstaklega myndi ég segja ferðaþjónustunnar og menn hafa helstar áhyggjur af því. Og til viðbótar höfum við að horfa upp á aðra þætti sem hafa svona skapað blikur á lofti í þessum greinum. Það hefur loðnubrestur núna 2 ára í sjávarútveginum. Sjávarútveginn er núna gangi áfram ríkisins eftir að fá sér 2-földun á veiðigjöldin og það er tollastríð hafið. Og á sama tíma á þetta að gerast, þá eins og svo ég vísi það sem Ásgeir Jónsson segja, þá hefur gengi krónunar, ég segi þvert á væntingar svona í byrjun ársins verið að styrkjast, bæði gagnvart evrunni, aðeins veikst núna allra síðustu daga, en síðan ekki síst gagnvart Bandaríkjadal. Styrking gagnvart Bandaríkjadal helgast það meira því að Bandaríkjadalur hefur bara verið að veikjast gagnvart öllum helstu myndum í heiminum. En þess vegna segir Ásgeir, það er ekki gott þegar þetta er að gerast, við erum með þessi aftur svo ég grípi í klísuna, blikur lofti í svona stórum mikilvæg útflutningsgreinum og það er verið að spá viðskiptahalla á Íslandi, það var viðskiptahalli í fyrra og það er spáð viðskiptahalla í ár, 2006 og 2007 og það segir okkur þá, ef við séum við svona, eins og þú nefndir á þann, við erum búin að semja miklu launahækkanir, það hefur verið kaupmáttar aukning á hverju ári hér á Íslandi frá 2011-12 og núna, og það hefur verið svona framan af bara innistæða fyrir því. Við vorum að búa til mikil verðmæti, það var viðskipta afgangur og slíkt, en núna þessi staða snúast við. Og þegar við erum að reka kerfið þar sem við erum að taka og miklu launahækkanir á sama tíma og halli á viðskiptum okkur útlönd, gengi styrkisamt, þá þetta magnar það upp eitthvað ójafnvægi í þjóðarbúskapnum. Og það brýst alltaf út með sama hætti. Brýst út með því að gengið, nafngengið, bara gengið sem fólkið er að horfur á þeirra að versla í netverslun með eitthvað annað, það fer að lækka, það kann þá ýtandi verðbólgu og gera það seðlabankunum mögulega erfiður vik að halda áfram að lækka vexti. Ég geti segja að þetta sé endilega fara að gerast eitthvað á næstu dögum eða næstu mánuðum, en mér finnst það mjög líklegt og þetta verður engin einhver skellur eins og við upplöfum hann árunum í aðdraganda bankarunsins, en ég held að það eigi ekki, sagt að áður síðustu mánuð, það eigi ekki að koma nefnum óvart ef gengi kunni að veikjast 10-20% á næstu 1-2 árum. Af því að það er ljóst að sem var náttúrulega í verðlaga á öðrum út af því að við flytjum svo mikið náttúrulega. En það er málið, það hefur breyst svo mikið á Íslandi. Aftur að því að tala árið 2010, 11 og 12 þá voru í raun og veru bara 2 útflutningsstoðir. Það var sjávarútvegurinn og álið. Og síðan er búið að bætast við ferðaþjónustan og hugverkaiðnaðurinn. Heildarútflutningstekjur Íslands 2011 og 12 voru svona 1000 milljarðar. Í fyrra voru 2000 milljarðar. Og öll aukningin, þessi 1000 milljarðar, er raun og bara út af þessum 2 greinum. Og þetta hefur gert það verkum bara, sem þetta bara blasa við, með þessum fjölbreyttum stoðum, fara frá því að það er með 2 í 4 og mögulega að bætast við 5 með uppgangi lyfjaiðnaðar, líftækniiðnaðar og síðan landeldi líka að styrkja stóðu sjávarútvegsins. Þá þetta eru miklu minni líkur á því að verði eitthvað kollsteypurinn í hagkerfinu eins og bara 70 ára saga okkar á Íslandi hefur verið þangað til nýlega. Við komumst aðeins meira upp með það að fara fram úr okkur, í hækkunum á launum og öðru heldur en áður. Þá var skellurinn alltaf svo mikill að lokum. Þannig að þetta hefur gengið svakalega vel og þótt að það sé alltaf verið að svona mála hlutina dökkum myndum,
en þú veist bara hlutverk okkar sem að fjalla með þetta, þú eða ég, þetta alltaf að reyna að benda á það sem kunna að vera hættumerki og þetta eru hættumörkin sem ég sé akkurat núna, þetta sé svona dálítið brotthæft jafnvægi sem akkurat núna, það sem útflutningurinn að gefa eftir og við erum búin að semja rosalega mikla launahækkanir, samt minni heldur en ofta áður, en meiri heldur en kerfið getur þolað og gengið of sterkt og skaðar samkeppnisefnina og stjórnvöld eru síðan til viðbótar ekki að huga nægilega vel að því að búa fyrirtækjum sem að keppa alþjóðlega góð skilyrði heldur ofta tíðum að gera þeim erfiðara en vik, hækka skatta. Það já, eins og þú segir, sko, ég meina ástæðan fyrir því að við höfum það gott út af því að við erum mjög mikið að pæla í því sem að geti farið verð eða fer verð og þar af leiðandi hljómar oft eins og maður sé að tala um að allt sé hræðilegt hérna þó svo að sé það sjálfsögðu ekki, en ég held samt að við myndum ekki hafa neinar áhyggjur af neinu, sko, og við erum bara eitthvað að setja alltaf fingurinn í lofti til að taka ákvarðanir og þá væri það líka heimskulegt. En strategía, þú ert aðstoðarmaður Ásgeirs Jónssonar, þú ert það ekki, en þú ert það í þessu þeoretikal. Hver fyrstu skrefin? Ísland núna, við erum á 10% toll, til dæmis bara einfaldasta spurningi kannski til að byrja að tala um strategíu bara hvort þýðir þetta, og ég held að mjög margir sé að pæla þessu og ég þar með talin, hvort þýðir þetta að Ásgeir Jónsson líklegri til þess að lækka vexti eða hækka vexti? Það stóra spurningin, ég myndi segja lækka vexti. Ég var alltaf hissa á því ég sá að Þóra Angi Pétursson sem fyrirvændi aðalhagfræðingur Seðlabankans og núna var að Seðlabankastjóri peningastefnu, öflugur og klár maður, og hann var á fundi hjá þingnefnd Alþingis fyrir nokkur vikur síðan og þar var verið að spyrja þetta svona vegna yfirvonandi tollastýrs á þeim tíma og þá hafði hann greinilega svona meiri áhyggjur af því að tollastýr gæti auki verðbólgu og heimsvísu og með þeim afleiðingum eins og segir að þetta myndi mögulega setja strik í reikningi varðandi fyrir hverju vaxtalækkunarferli. Núna finnst mér tóttinu Seðlabank var þetta vera að breytast og meðal hans hefur verið til að mynda áhugaverðar greiningar sem hafa komið á Hafsteini Haukssyni, hagfræðingi Kviku banka, sem hann leggja mat á þetta og ég held að þessu meiri líkur á því að Bandaríkin munu þurfa að glíma við hækkun og verðbólgu til skamstíma og við sjáum að það eru viðburðuna meðal fjárfesta þar í landi að skamtíma væntinga varandi verðbólgu, stutt verðtryggt ríkisbréf í Bandaríkjunum að hækka á meðan að hérna á Íslandi verði afleiðingarnar minni efnahagsumsvif. Það verði ekki eins og var í COVID þegar að frambúðskeðunar rofnuðu út allan heim og hann á sama tíma og eftirspurnarhliðin var gríðlega sterk af því að allir ríkisstjóður og Seðlabankar voru að dæla inn peningum og þá út á bjóstu til verðbólgu. Núna verður það kannski ekki þannig, það verður ekki þannig að verður einhvern eftirspurnarhvetjandi aðgerðir hálfu ríkisstjórna heiminn eða hérna eða í Seðlabankum, heldur muni minnka efnahagsumsvifin og verðbólgu muni þar alveg til lækka, allan ekki setja þrýsting upp á við. Og þar að leiðandi séu þá meiri líkur á því að jafnvel kunna fara þannig að Seðlabankinn þurfa að taka stærri skref í að lækka vexti á þessu ári. Það núna hvað rétt rúmlega 1 mánuður í næsta vaxtalækkun. Þangað til nýla voru flestir að búast við að Seðlabankinn myndi fara í aðra 25 punkta vaxtalækkun og þessu 4 fundir eftir árinu og markaðurinn var svona búast við að þeir farið í 25 punkta lækkun á hverjum fundi fyrir sig. Með alls konar fyrirvörum að því nefndi ég upp að maður þarf að auðmjúkur að vita ekki neitt hvað fjandarnir að gerast, þá held ég samt að það sé að vera teknisk staða sem Seðlabankinn muni þurfa að taka talsvert stærri skref heldur en var útlit fyrir nokkur vikur síðan vegna þess að áhrifin á hagkerfið hérna í Íslandi með ferðaþjónustuna sérstaklega annað verða með þeim hætti. Það hætti því að það verði afskaplega lítill hagvöxtur á þessu ári. Það var verið að spá tæplega 2% hagvexti. Núna þegar við sjáum að bæði sjávarútvegurinn og hann ferðaþjónustan og aðra útflutningsgreinar eru ólíklega að fara að skaffa jafn mikið gjaldeyri og hann þá mun hægja umsvifunum og augljóslega þegar þessu óviss að magnast upp þá hlýtur það að hafa þótt að það megi ekki vanmeta íslensku neysluklóna, hún ekki síður öflug eins og svo bandarískja að það muni nú hljóta að vera að hægja aðeins líka á kaupum og neyslu almennings. Þannig ég held að það sé, en ég held að Ásgeir Jónsson og kollegar hans í Seðlabankunum
líði samt bara mjög vel og hann segi kannski við marga sem hafa gagnrýnt því mörgum til að mynda í fjármálakerfinu og ég var ekki að tekið undir margt af því gagnrýnt kannski ofur varfærni Seðlabankans og fjármálaheldsins sem varandi stífar kröfur á bankana og annars konar kröfur sem er verið að setja á kerfið. En það er búið að búa þá hann til rosalega sterkan varnargerð í kringum allt kerfið. Var það ekki bara sniðugt, fyrst að við erum komin í þessu stöðu? Jó, maður segja það einhver leyti, þú veist síðan á mótið, þú veist, við sjáum aldrei ábatan sem birtist okkur ekki, Nei, hvað hefði orðið? Glutruðu tækifærin og allt það, sko. Og síðan, það er eitt fjármálakerfið stendur bara ótrúlega vel og það eru engin vanskil í kerfinu, bara þokkalega arðsemi að því og miklu fjölbreytti tekjustofur heldur en 5 ára síðan og svo framvegis. Heimilin skulda minna heldur en nokkuð tíma gert, fyrirtækin standa vel, þannig að það er ekkit sérstaklega margt sem veldur mann einhvern hvað þetta var það er engin svona hætta á einhvern fjármála óstöðuleik sem er alltaf miklu verra heldur en eitthvað svona bakslag í raunhaggjörun. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En ef við tölum þá um aðra strategíur, er einhver önnur úrræði sem að Ásgeir hefur til þess að takast á við þetta, áður en við förum í hvað ríkisstjórnin á að gera? Já, ég held að, þú veist, eins og hann hefur sagt, það er ekkit sérstaklega mörg tæki og tól sem seðlabankar hafa í því þegar kemur á tollastríð. Það er þetta bara að beita peningastefninu og við getum þá aftur, þú veist, þakka fyrir það að það er alltaf nægt svigrúm, við erum 7,75% vexti, cirka 4% raunvexti sem er búin að vera núna í meir en 1 ár og sem er svakalega háir raunvextir en það hefur samt einhvern veginn ekki valdið neinum skaða í haginu svo heiti getur. Þannig að eins og segi, ef þetta fer að súrna mjög hratt þá getur Seðlabankinn lækka vexti talsvert ólít kannski sumulöndum í kringum okkur. Verður það ekki bara lán fyrir heimilin sem að fara að sjá vextina fara í svona eðlilegt horf? Ég man sko þegar ég byrjaði hérna að kaupa íbúðir hérna 2016 eitthvað svo leiðis og ég man að þegar ég fór og hérna endurfjármagnaði hjá LSS hérna Brú lífeyrissjóði. Endurfjármagnaði var 6,5 niður í 5,9 og þá var þetta bara vexti sem að ég var bara geggjaður díl, skilurðu. Óvertryggt, já. Óvertryggt, já. Og hérna var frábæra díl. Síðan kom bara eitthvað stórundarlegt ástand þar sem að við vorum náttúrulega í COVID og maður var bara eitthvað endurfjármagna á einhverjum bara gölnum kjörum. Og hérna mér samt eins og við séum ennþá tala um að eins og það hafi verið til eðlilega ástand og að lánakjör einhvern veginn, við séum einhvern veginn að bíða eftir því að komast þangað aftur. Það verður aftur svona 3-4% óvertryggðir breytilega vexti. Nákvæmlega. Nei, ég held að það sé mjög löng bíð á því ef það gerist nokkuð tíman okkar æfiskeiði. Þá ættir að festa. Já, ég meina sem betur fyrir að hafði maður og margir aðrir vita því að festa vextina þannig að í þessu óvenjulega ástandi í COVID hvað eru óvertryggðir breytilega vextir í dag eru komin svona 8,5% minni mig og líkur í bönkum og hann stýrivextinir eru 7,75. Ég held að menn talum á þess að við ætlum að vera að festast í einhverju ótrúlega miklum Seðlabanka hugtökum sko en það er svona eitt hugtak sem heitir jafnvægis raunstýrivextir og og þá er það svona hversu háur stýrivextin er að vera í einhverju eðlilega árferði þegar að verðbólgan er í kringum markmið Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5% og menn hafa hingað til verið að meta þess að jafnvægis raunstýrivexti í kringum 2%. Þannig að má segja að Seðlabankavextir myndu þá ekki fara neðar en 4,5% í slíku árferði og síðan getur bætt ykkur álag og það sem bankinn tekur. Þá erum við að tala með kringum 6%. Við eðlar aðstæð þá erum við að tala með eins og þegar þú tókst lánið 2016 hjá Brú. Já, þetta ég eins og segir sko, allt frá því að einhvern veginn COVID átti sér stað þá erum við með stórkostlega
einkennilegar hugmyndir lánakjör og líka verðmætasköpun. En hérna farum okkur yfir í stjórnvöld, þú ert Kristrún, þú ert Ólafur Kjaran, aðstofamaður Kristrúnar. Hver strategían? Hvað sniðugast fyrir okkur að gera í þessu? Eitthvað sniðugt? Því að það eitthvað af þessu sem að ég oft verið að pæla út af því að var mikið talað það til þessi COVID að við ættum að vera fremst í flokki að fá einhver bólefni og okkur þannig út að vera smá og það var einhvern veginn auðvelt fyrir okkur að bregðast við og smæð okkar einhvern veginn hjálpaði þessu og núna tala stjórnvöld eins og smæð okkar sé alltaf vond og að við séum ekki hreyfanleg. Hver svona að þínum að því, hvað rétt að þessu? Smæð okkar að vinna með okkur eða að vinna gegn okkur? Heilt yfir, ég veit að bæði. Já, þú veist, ég menna, sögulega séð finnst mér nú yfirleitt smæðin hafa unnið með okkur og við höfum verið tiltölulega góð í því að nýta okkur svona bestu valkosti hverju sinni, þú veist, með auðvitað nánu bandalagi Bandaríkin og eins Evrópusambandið og svo framvegis og akkurat núna finnst mér, ég get náttúrulega sagt það að með svona bæði Kristrún og Þorgerður, það svona kannski leiða ríkisstjórna hvað þessi mál varðar, hafa staðins heilt yfir bara frekar vel, þau hafa heilt yfir frekar varfærin í málflutningi sínum við þessar ótrúlegu aðstæður. Jú, vissulega hefur kannski einu sinni Þorgerður daðrað að mínu viti astnalega við Evrópusambandið og mögulega eitthvað þörf á því að flýta þeim boðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi inngöngu í ESB. Ég held að það sé ekki rétti leikurinn í stöðinni. Það voru við líka með 2 meiri tolla. Já, sérstaklega, þú veist, mér fannst það ekki skynsamlegt fyrir 1 viku og í dag þetta sjá allir sem eru með opin augu og eyru að það meikar ekkert sens að sleti. Þannig að ég held í fyrsta lagi, og ég held nú að það sé nú vinna sem verið að gangi á stjórnvöldum, það að passa upp á það núna að því eins og við nefndum í upphafi við Evrópusambandið að fara að grípa til einhverja mótvægis aðgera gagnvart Bandaríkjunum, setja toll á það, að við lendum ekki þar einhvern veginn undir og þá ég að meina vegna þess að Ísland bara með 10% toll og Evrópusambandið með 20 og mögulega af því að við vitum ekki hvernig þetta alþjóðlega viðskiptadrif frá þróast að ríki, sérstaklega svona stóra viðskiptablokkir eins og ESB vilji fara að jafna leikinn, þannig að ríki svo Ísland eða Noregur sem 15% eða Bretland muni fá þessi toll af hálfu Evrópusambandsins þannig að öll löndin séu jafn lélegri stöðu. Þannig að það er mikilvægt að Ísland og ég trú ekki öðru heldur en að Þorgerður og utanríkisráðuneytið sé að gæta hagsmuni Íslands okkar við ESB að svo verði ekki. Svo hitt held ég sem bara, eins og ég nefndi áðan, þá það bara orðin mjög aðkallandi að gera sem stjórnvöld geta gert heima fyrir í aðgerðum sínum eða draga tilbaka einhverjar aðgerðir eða létta á regluverki, gjöldum eða sköttum sem svona getur styrkt þá þessar útflutningsgreinar sem eru að lenda í erfiðleikum ekki bara út á tollan heldur öll öðru, þú veist, fara að tala mikilvæg þess að efla verðmætasköpuna og það gerur með því að skapa þessum greinum góð samkeppnisskilyrði. Þú ert væntanlega að tala 80 milljarða kjarapakka til stéttarfélagana. Já, þetta og þá auðvitað, þú veist, ég myndi nú halda, kannski komið þannig eftir, ég myndi nú halda í þessari stöðu sem upp komin að ríkisstjórnin, sama hvað einhverju hugmyndafræði víkur réttmæti þess að hækka eða tvöfalda veiðigjöldin og ríkisstjórnina, menn kannski setji þau áform til hliðar allavega í bili. Mér varst þetta ekki geggjað, ég var að sjá þetta var einhver sem að tvíta þessu, hann var að segja tók saman þessar tölur áhrif veiðigjaldana versus tollana og Þorgerður Katrín var að segja að þetta var hræðilegt fyrir sjávarútveginn að vera komin þessi tollar og svo var bara sýnt svört og hvítu áhrif þess veiðigjaldana og versus tollana miklu meira áhrif af veiðigjaldunum samt var hann að segja að þetta var algjört reiðarslag fyrir. Það hárrétt, ég sá þetta, þú veist, 10% tollar á sjávarútveg þýðir cirka 4 milljarðar, sjávarútveginn flutti tæplega 40 milljarðar fyrra og eldislaxinn var síðan 10 milljarðar cirka. Þannig að það er frekar einföld reikningsdæmi. Þannig að maður vonar að stjórnvöld séu þar. Ég sá að ágæti
leiðtogi miðflokksins var í gærkvöldi í viðtali MBL að hvetja stjórnvöld til þess og kalla eftir hvort það var ekki sniðugt að heyra í kallinum eins og orðaði það, og það var hann að vísa í Donald Trump til þess að Íslandi eigi einhvern veginn að mæta buktandi sig og beigjandi á hurðarhúnin í Hvíta húsinu til þess að gera eitthvað sérstaklega díl og fella niður á þennan 10% toll. Ég held að það sé skynsalast í stöðun að hafa sig dálítið hægan hvað það varðar eitthvað slíkt, og ég myndi nú reikna með því að kunna reynast þeirra dálítið löng biðröð hjá einhver ríkjum sem vilja fara í slíkt sem meira hagsmuna geta, þótt að ég sé ekki endilega vissum að þessi aðgerð af hálfu Bandaríkjastjórnar lítur að vera heimsmet í sögu Bandaríkjanna varðandi það að valda sjálfum sér sjálfskaða. Hún er svo heimskulega að ná eiginlega engin orð utan það. Nei. Og ég er ekki viss það að því ef maður reynir að setja einhvern vitrænan grunn undir þessar aðgerðir Donald Trumps, og ég er hingað til að vera þeirra skoðunar að það hef ekki verið neinn strategi á bakvið eitt eða neitt sem hann segir eða gerir. Maðurinn er það getur lesið með þérinn. Ignoramus Ég er ekki viss það að ríki eða fyrirtæki fari og sjáu hagsmunum borgið því að fara að efna til stórkostlegra fjárfestinga í iðnaði í Bandaríkjunum í þessari stöðu. Nei. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur og þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þetta er svo skrítið sko, ég er nefnilega búin að pæla ótrúlega mikið og þetta er bjóðan í Bandaríkjunum og ég þekki mikið af republikanum, ég þekki mikið af demokratum og demokratin hafa oftast verið að tala fyrir því að það ætti nú að vera einhvers konar aðhaldsstefna til þess að viðhalda einhvers konar góðum kjörum fyrir einmitt svona þetta röstbelti og miðríkin sem að búa við lakari kjör, og ég er að lesa Hillbilly Elegy eftir J.D. Vance sem er alveg frábærlega að skrifa bók, mjög góð og þá fær maður aðeins meiri skilning á því sko, hvað er í gangi, en aftur á móti sko, republikanar almennt ættu að vera löngu búin að gefast upp á Donald Trump fyrir þetta, og maður er alveg að sjá það núna í dag að það eru mjög mikið svona hátsettum aðalum sem hafa verið svona hans megin í lífinu og í svona jafnvel undanfarin 2 ár sem hafa bara að segja, nei, nú hér dreigi línuna. Já, þetta hefur alveg, ef eitthvað hefur komið mann óvart í þessu, og ég myndi segja fæsta þessu komið mann óvart. Mér þótti alltaf mjög furðulegt að hlusta á málflutningum marga varandi Donald Trump og hvernig hann talaði bæði öryggis- og varnarmál, efnahagsmál og annað, og menn voru alltaf með þessa klísju að taka hann alvarlega en ekki bókstaflega. Já, einmitt. Væga sagt og þreytt að hlusta á þetta. Mér varst alveg liggja fyrir ljóst í aðdraganda kosningarna og eftir kosningarnar að hann meinti það sem hann var að segja og ætlaði að gera það. Og líkt Trump sem var í tíð fyrir í fyrsta kjörtímabilinu sínu 2016-20, þá var hann með enga bremsur í kringu sig. Hann var ekki með neitt fólk sem var establishmentið, hvað sem var í efnahagsmálum og utanríkismálum. Heldur mundan vera með lið í kringu sig sem er partur af makarhreyfingunni, jámönnum, og það hefur komið á daginn, þannig að hann er að gera bara nákvæmlega það sem hann ætlaði að gera. Og það sem þetta er óvanalegt við þetta er að, ég veit ekki, svona persónulega var þetta mína persónupólitískunni, þá hefur nú með hingað til yfirleitt staðið á sama hvort það sé demokrati eða republikanir sem forseti Bandaríkjanna. Það hefur verið samfella í gjörðum og stefnu Bandaríkjanna hvað varðar öll meiri hátta mál. Þú veist, stóru línunar í efnahagsmálum eða í utanríkismálum, sérstaklega utanríkismálum. Aldrei 80 ára samfella. Allir sammála hagsmuni, hlutverk Bandaríkjanna í alþjóðakerfinu, hvernig er ég að beita þessu framvegis, og þetta greinar einhver leyti en samfella. Þetta var ég segja bara kúvending með yngum hans, eitthvað sem bara ennþá er að ná utanum. Já.
að þetta held ég aftur að því að það var að valda sjálfskaða, þá er þetta líka vantarlega held ég einstæmi ef maður segir að Bandaríkin séu heimsveldi sem þeir eru og hafa verið efnahagslegt, hernaðarlegt og pólitískt menningarlegt líka, svakal áhrif á menningu svakal áhrif og þarna er bara tekin ákvörðun að hálfu þeirra sem stýra fyrir Hvíta húsinu að fella heimsveldið á stalli og draga sér skil og þú segir eins og segir líka menningarleg, þú veist, eitt af þeir sem hefur sko verið partur af áhrifum Bandaríkjanna, líka mjúkt vald Bandaríkjanna, menningarlegt. Það hefur verið gegnum eins og þessa stofnun USAID sem búið að fella niður og annað. Það sem Bandaríkjanna hafa verið í farabrotti í heiminum, í svona þeim heimslutum. Þess að fátækar þjóðir eru í að berjast gegn sjúkdómum, veita þróunaraðstoð. Þetta verið líka í gegnum eins og apparötu eins og Radio Liberty, þetta ekki það, sem hefur verið að miðla áfram upplýsingum til lokara landi í heiminum á þeirra tungumáli til þess að það er búið að stúta þessu. Það er nefnilega búið að stúta þessu sko. Einhverju leiti sko byrjaði náttúrulega þegar þeir dróðu sér úr Afganistan og mistu svolítið tiltrú í svona alheimskerfinu, Putin náttúrulega ræðist inn 2022 og þetta er búið að vera mjög einkennilegt sko. Og líka bara þegar þú tala um geopolitíkina, það verður mjög einkennilegt að fylgjast með því til dæmis eins og í sko, Grænlandi og þetta er eitthvað sem Albert Jónsson líka múin að nefna er að það er ekkert sem að Donald Trump er að fara að ásælast í Grænlandi sem hann hefði ekki getað fengið. Það er líkilatrið í þessu. Það er líkilatrið í þessu sko. Þannig að þetta er allir hvorkið passa þessi Grænland eða Danmörk boðnir og búnir til þess að viljið fjárfesta meira, viljið uppfæra varnarsamningin, viljið koma meira herliði, gjöru svo vel bara all for it. Og þeir eru náttúrulega með hana í mið-austur hlutanum minni með Túle hernastöð og eru að standa í, þú veist, sem búið að vera gert byrjaði í tíð Joe Bidens verið að stækka flugvöllin í Grænlandi, mér minnir það fyrir $3 miljardar. Já, var ekki líka bara 3 auka flugvöllir eða þetta var eitthvað alveg rugla og svo náttúrulega líka sem er náttúrulega finnast í þessu sko, hvað er hann að ásælast? Hann er að fara að ásælast að taka yfir félagsgjöld yfir einhverjum grænlendingum þannig sko. Þannig að þú veist maður hlæri yfir þessu en samt er þetta, þú veist, er ekki til að hlæri yfir, þú veist, það er verið að tala um að forseti Bandaríkjanna er ekki að ég heldur beinlegnis trekk að segja það, að útiloki ekki beita hernaðarvaldi gagnvart landi þjóð sem er í NATO. Það er bara, þú veist, það er búið að útmá bara öll viðmið, lög og reglu sem við fyllt eftir inn í alþjóðakerfinu í 80 ár sem Bandaríkjunum bjóð til og er á stóran hluta alþjóðakerfinu sem þeir byggu til í gegnum alþjóðlega stofnanir, öryggis- og varnarbandalög allan heim, herstöðar yfir 100 löndum og svo framvegis sem hefur verið uppspretta af valdi og áhrifamætti Bandaríkjanna. Allt sem þessi forseti er að gera undanfarið, hvað sem þessi á vettvangi efnahagsmála eða öryggis- og varnarmáli miðar að því að draga úr þessu vægi. Menn hafa mikið sem hverju verið að tala um að þetta sé ykkur liður í ykkur strategíu að keppa við Kína. Hvað heldur hverjir heldur sé að fagna mest því sem er í gangi núna eins og með þessum viðskiptastríði sem Donald Trump er efna til? Það er þetta Kína. Hann er að leggja rauða dreigilegir fyrir Kína. Fyrsta lagi þetta er Kína og þeir eru byrjað að gera eftir að Bandaríkin stútuðu USAID að Kínverjar er að fylla í það tómarum sem búið að skapast í mörgu löndum í Afríku sérstaklega sem hafa reitt sig á svo stuðning Bandaríkjanna. Þar er Kína mætt á svæðið og bara meðal annars á grunni Road and Belt Initiative og eru útvítakað það til þess að styrkja stöðu sína. En síðan í seinna lagi þá er Kína núna að fara að nýta þessa stöðu til þess að styrkja viðskipta og efnahagsleg tengslin sem þetta leið mun líka styrkja pólitískt einslega við þjóðir eins og Japan og Suður Kóreu sem fengu á sig svimandi háa tolla. Eða var einhver strategía í stefnu Donald Trumps sem aftur eins og það er engin strategía. Þetta er bara heimska og hroki. Þá myndi hann ekki leggja tolla á Japan og Bandaríkin. Japan fyrir ekki og Suður Kóreu. Núna þetta er Kína
og við sáum líka bara alveg ótrúlega yfirlýsingu fyrir þessi 3 þjóðum sem hafa verið hingað til talið að væri svona fjandmenn sín á milli og ástæðan fyrir því að Japan og Suður Kórea eru með herstöður á Bandaríkjunum og eru þeirra nánustu bandamenn meðal annars Kína. En þarna eru þessar þjóðir fyrir nokkur dögum síðan sendið frá sér sameiginlega yfirlýsingu það ætla að samhæfa aðgerðir sínar gagnvart Bandaríkjunum þegar tollarnir kæmu. Og auðvitað með líka Kína og Evrópusambandið líklega að færast nær. Sem að var almennt séð sko, eitthvað sem var alltaf svona álitin sem versta martur af Bandaríkjana. Já, þú veist, eins og ég held meðlanseldi Seðlabankastjóri hafi sagt og margir eru á því að afleiðingin af þessu geti þetta verið svo að Bandaríkin einangrist meira. Þú veist, Bandaríkin einangrist. Þjóðir dragi þá rökréttu álitin af því að Bandaríkinu sé ekki treystandi. Við höfum að vera þetta síðustu viku varandi öryggis- og varnarmál, hvort að Bandaríkinu sé treystandi sem öryggistrygging gagnvart mörgum þjóðum. En eftir treystandi síðan líka núna hvað var efnaðslegu viðstöddtengsl. Þannig að margar þjóðir með að draga það ályktun að þau eru að minnka vægi sitt, viðskiptilegt efnaðslega vægi gagnvart Bandaríkjunum og aflengi verður svo að við sjáum meira svona svæðisbundnar viðskiptablokkir. Til að mynda, ég held að veri Daniel Hannan, breskur frjálshyggju íhaldsmaður sem er nú Íslendingur góðu kunnur og komið á þennan. Hann hefur verið að tala fyrir því að Ástralía, Kanada, Bretland og Nýja-Sjáland myndir með sér svona eitthvað viðskiptilega og hernaðarlega og pólitísk svona blokk. Bætt Íslandi við. Þannig að það er þetta margt svona sem getur spilast út á næstunni. Þannig að maður er þetta aftur í sitt nefndi á hann. Maður er algjörlega furðu lostinn yfir því sem er að gerast þarna vestra. Ég nefnilega sko þessi einmitt eins og búin að koma að sinna á sko svona 4D chess kenning að hann sé skilur einhverjum 30 Séru ég reyna að hlæja ekki. Já, 30 skrifum alltaf undan sko, maður er alltaf svona really, það svona var ekki Hafa menn kynsið Donald Trump lesið hann, þetta er eins einfaldur maður að hugsa skiptur. Það er ekki djúpt. Eina sem hugsa er hann sjálfur. Og hann er drifinn áfram af því að hann geti að hlutinir eru bara gegnum persónleg sambönd. Þú sér hvernig hann hagar utanríkisstefnu sinni gagnvart Rússlandi. Þetta er persónlega milli hans og Pútins, þeir eru vinir, hann getur dílað við hann. Og svo framvegis. Það er engin stefna. Nei, ég nefnilega sko líka út af því að en ég náttúrulega og sko veit ekki hvort að þú veitir þetta en sko mín afstæði er náttúrulega bara svo að réttrúnaðurinn skapaði mestu vítis aðstæður fyrir heimsbyggðina sem að bara hugsa skatt. Ég álítið sem svo að Trump sé afurð. Ég held að hann sko hafi unnið og ég sagði náttúrulega, ég var úti með hermannuna ég var búin að vera hann í hvað held ég hafi ekki verið í 8 daga heldina, 9 daga. Ég var búin að vera þannig að byrjaði í Boston þar sem ég fór að heita við gamlu vini mína sá bara, heyrðu, það er allt verra lífskjöra aðeins verri, talaði við vini mína þeir sögðu bara, ég er örugglega að fara að kjósa Donald Trump hver sem voru mjög vinstri sinnaðir almennt séð fyrir ekki svo löngu, var á Harvard Square þar voru bara fyrirtæki sem voru búin að loka át því efnahagsástandið var búin að versna, svo voru til Pennsylvania keyrði ruralsvæðin strjálbíllisvæðin og svo fór ég líka í borgin það var allt töluvert verra, það ekki komið til Pennsylvania ég hugsaði með mig bara og talaði við fólk þetta er töluvert verra og þeir bara sögðu bara þú veist það er ekkert búið að vera að hugsa okkur síðustu ár og þetta er bara búið að vera ræðilegt þannig ég bjóst við því og pínu ég held með því að Trump myndi vinna en ég aftur að gera mig grein fyrir því menna þú veist þegar maðurinn er búin að segja að tariffs eða þessar tollar séu fallegast orð sem hann veit þá veit ég að hann er ekki að fara að tala fyrir henni hægri stefnu sko. Nei, það má segja eiginlega þú veist að það sé eitthvað samfella í hugmyndafræði ég held að Trump almennt hafi ekki hugmyndafræði ég held að hann er með enga sýn eða aftur Trump er bara að hugsa sjálfan sig og hann að þrýsta á það að vera í sviðsljósinu og fá athygli þá er það að þá er eina samfélag svo er þessi, hvað maður kalla hagræna þjóðernishyggja og það er það varandi eins og segir að hann, og hefur sagði nú einu svona daginn að tariffs, tollar væru fallegasta orðið í ensku og hann hefur verið með þessu hugmyndafræði á 9. áratugnum hann keypti held í heilsíðu í New York Times 87 það sem hann kallaði eftir tollum á Japan vegna þess að þá var mikill viðskiptahalli milli Kína, milli Bandaríkjanna og Japans og hann hefur talað á svona nótum allt eftir það þannig að það ætti ekki að koma nefnum óvart að hann myndi eitthvað með þýtali
Já, Bandaríkin, ég ætla ekki að það er ljóst og ég hef ekki komið til Bandaríkin í nokkur ár. Ég var þar í framhaldsnámi á sínum tíma og bjó bæði í Washington og eitthvað í Atlanta árinu svona 2009 til 11. Og það er ljóst og maður heyri það að mörgu sem fór til Bandaríkin, sérstaklega þessar stóru borgir eftir heimsfaraldurinn. Þessar borgir voru ekki þar einn á sömu. Þetta er bara ótrúlegt að sjá það. Ótrúlega munur sem maður sagt og síðan það hitt og það hefur verið bara skortur og fjárfestingu í innviðum að Bandaríkin hefur verið svakalegt. En að móti kemur þá maður samt segja að Trump tekur við hagkerfi sem hefur sko á þeim stað sem öfundsvert í augum með allra ríki í heiminum. Í stóru myndinni, bara öll stærstu, öflugustu fyrirtæki í heiminum, tæknigeirinn, fremstir á sviði. Það þróttmikill hagvöxtur ólíkt öðrum ríkjum á Vesturlöndunum. Ríkt á auðlindum? Ríkt á auðlindum. Verðbólgan var að ganga skart niður. Vextir Seðlabankanum voru að lækka. Hagkerfið var bara að sigla inn í mjög mjúka lendingu. Stóri vandi Bandaríkjanna er gríðarlega mikil skuldastaða og mikil fjárlaga halli. Ef mönnum var einhver alvara með að taka þeim vanda, þá myndur gripa til einhver skynsamlega aðgerð heldur en hann að gera akkurat núna. Þannig sé ég þetta allavega. Og séu þetta, þú veist, að því hann mikið umhugað að tala sem einhver della í dellu hagfræðikenningum eins og það sem hann að viðskipta halli sé einhvern veginn skaðilegt gagnvart einstöku ríkjum. Af hverju Bandaríkin með viðskipta halli eða vöruskipta halli réttir að sagt gagnvart öðrum löndum? Það er þetta bara speglun á því að Bandaríkin eru með mikið fjárlaga halla sem cirka 7%. Og þá meiri peningu sem inn í kerfinu og hann fer þetta að brýst út í neyslu. Þannig að það er alltaf þannig að ríki sem eru mikið fjárlaga halla eru það leið með aukin vöruskipta líka með mikinn vöruskipta halla þannig að það brýst út í auknum innflutning. Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast sem þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Svo náttúrulega líka bara svo mikið að bandarískri framleiðslu eins og í Víetnam. Já, ég menn og sér það eins og þessum aðgerðum sem hann greip til að vera að setja 49% á 46 á Víetnam. Það eru til að mynda Nike með stórtæka framleiðslu með held í 450.000 manns í vinnu. Þú skoða bara fyrirtækin sem S&P 500 vísitölun í Bandaríkjunum, stærsta hlutabréfavísitölun í heiminum. Last hann bara í morgun þá eru 41% af tekjum þessara fyrirtækja eru útflutningstekjur. Koma frá löndum fyrir utan Bandaríkjana. Þannig að þessi tollar þá líka að hitta þessi fyrirtæki fyrir með óbeinum hætti. Þetta er galið, sko. Ég einhvern veginn Nei, maður bara eftir að sjá þetta spilast út, sko. Hann er sko, út af því að rétt árunum við erum að taka upp, þá sá ég frétt þar sem að var að vera að fjalla það að hann væri samt sem áður núna eitthvað aðeins að draga í land og væri eitthvað aðeins tilbúin til viðræðina. Þannig að skilur við kannski... En ég meina sko, en ef við skaðinni skeið. Það var að að spyrja. En er eitthvað hægt að draga úr þessu, sko? Það er núna vonandi eins og vonandi verður dreigja úr þessu svo, það myndir vonandi lágmarka skaðan, en skaðin er einhver síður skeður. Við höfum orðið fyrir mesta áfalli sem lítur að því í alþjóðakerfi í viðskiptum sem við höfum búið til eftir seinni heimsstyrjöldina og það verður ekki séð að það sé hægt að vinda ofan þessum skaða 1, 2 og 3. Aftur eins og ég nefndi áðan, ég held að ályktanir sem margar þjóður og mörg fyrirtæki séu að fara að draga nú næstin eftir þetta að það sé ekki áhættunar eða kostnaðarinn sem virði því að dýpka viðskiptarlegu og efnahagsleg tengsl við Bandaríkin. Það kann að hljóma bölsýnislega spá en það er allan að tilfinningin manns ákvörðað núna. Það til að mynda að því að hann þetta er að
segja þess að aðgerið að miða því að efla framleiðslu innan í Bandaríkjunum og hann er svo sem geði eftir bara rétt eins og framleiðslu innan í flestum vestrinu ríkjum. Það er bara helgast af hlutfærslegum yfirburðum. Aðra þjóðir eru samkeppnisfærari á því sviði, að meina Bandaríkin er samkeppnisfærari í því og reyndi að veita fjármál og þjónustu eða í hönnun eða í teknikgerunum og annað og svo framvegis. Það er eins og Heiða Guðjónsson var að segja núna í bítunni í morgunum, þetta benda það bara hérna, þú getur ekki búist við því að fólk komi inn með fjárfestingu þegar þú hagaði svona og hvernig það er það. Já, nákvæmlega. Ég heyrði þetta, það er bara af hverju ætti ykkur fyrirtæki að hvort sem að vera að reisa bílaverksmiðju eins og hann nefndi eða lyfjaverksmiðju eða eitthvað annað. Þetta er margra ára prósess og kostar marga milljarða dollara að fara í slíkt fjárfestingarverkefni. Af hverju ættu að taka þá áhættu? Fyrsta lagi, hún var þá kannski tilbúin þegar Trump var í farin og þá ég held að ég verði ekki neina einhver umskipti þótt að hann ætti hvað þessi hluta verðar. En svo geti kannski verið að eftir nokkra mánuði þá breyta hann öllum þessu tollum og þá var kannski ekki ástæða fyrir það að gera þetta. Þannig að þetta bara skapar fyrst og fremst alveg óheyrilega óviss. Og ég held að við séum að ranka upp margir séu svona til að mynda í viðstarlífinu og sem eru að hægra meginu við miðju sem svona töldu að Trump væri skynsamlegri valkosturinn vegna þess að hann ætlaði að deregulera, hann ætlaði að lækka skatt og slíkt. Þessi skiptir þetta ennþá meira máli sem við þetta pælum aldrei í vegna þess að við tökum þessu sjálfsögðu hlut. Það eru þetta bara réttaríki, fyrirsjáanleiki, stöðuleiki. Þessi hluti sem eru grunnurinn að því að fyrirtæki getur oppretrað og tekið fjárfestingar ákvörðun annað og stjórnvöld eru bara að taka þessar hluti eins og við sjáum þetta bara hvað er í gangi með réttaríki í Bandaríkjunum hluti það sem eru ókvænlegir. Þá þetta er ekki líklegt að það sé til þess fallið að auka fjárfestingar eða auka hagvöxt eða vera jákvætt fyrir hlutabréfamarkað annað. Þannig að já, þú veist, við sjáum til allan en hann að það er einmitt frábær bók sem eftir Nicholas Mulder sem heitir Economic Weapon, þar sem hann fjallar einmitt það ekki endilega hvað kemur strax eftir tolla heldur í kjölfari eftir þú tekur ákvarðunina hvort að fólk hefur almennt traust á því til dæmis að þú dreifur það tilbaka eða dreifur eitthvað í land að hvort að fólk hafi þá almennt hvort að fjárfestingaviljinn komi aftur og þegar þrátt fyrir það að aðstæðunar séu þannig að þá ertu búin að gefa merki það að þú ert ekki kannski fyrirsjáanlegur og þar alveg ertu búin að eyðileggja þetta fyrir þér það er heldur ekki eins og þú sagðir skaðin skeiðir Já, þú veist, þetta er það sem hefur kannski mestar áhugjur allan fyrir Bandaríkjanna og bandarísks efnahagslífs en þú veist, en enga síður Bandaríkjana eru 350 milljóna þjóðmarkaður og hann verður áfram öflugt hagkerfi og stærsta og öflugast í heiminum, ég hef ekki vonu öðru en þetta er vissulega að fara að skaða Bandaríkin sérstaklega en bara allt dæmisakir mjög mikið á næstunni. Það er hérna finnum þá bara að ljúka þessu það er langar að tala þá vonar glætur sem þú sér í þessu að við hverjum þá kannski að vega eins fullorðinslegri samræður krónutöluaukningar í kjarasamningum og verðmætasköpun þegar þú horfir út af því að núna allir stéttarfélaginu náttúrulega búin að draga eitthvað úr eigin trúverðuleika í sambandi við nafnaminn Eyfjörð sem að fer út hana með 71 miljón og svo er með neyðarsjóð Ragnar Stórs sem er enda bara peanuts með það Já, nafnin tók bara þetta á svona bankastjóra pakki Herri, ég satt liðan á honum hérna á þingi BSRB og stóð með honum og ég sagði, skilur það væri verið að út í svonum ég held að sé pínu sár sem er ástæðan fyrir að hann sé að þessu en ég satt hann að hliðina á honum og drullaði yfir þingi fyrir það að vera sparkunum út á þennan máta út af þetta var augljóslega strategist, þetta var ótrúlega fyndið það var 200 manna fundur hana í hérna á Nordeka og það var ákveðið og ég bara skildi ekki okkur fólk samþykkt það var ákveðið að senka hérna atkvæðagreiðslu kynningu framboða og kynning framboða bara myndi færast yfir á sunnudaginn sem var bara 20 mínútum áður en að hérna framboðið myndi svo eiga sér stað og þá var náttúrulega stungið undan honum og hann hérna Fjölnir Sæmundsson í löggunni sem er þetta mjög fínn kall hann kom inn í staðinn fyrir hann og algjörlega galið batteri en svo gerir hann þetta og þá hugsa ég bara
Ég held bara að allir hafa haft rétt fyrir sér hann hafi ekki átt að vera í þessu þannig að ég eins og segi, sko, þetta er stórkostlega undarlegt en hérna, heldurðu að við séum að fara að eiga fullorðinslega samræður á lokum? Já, ég held að þessi aukna líkur á því það er oft svona góðir hlutir gerast að nauðsyn þegar fólk þarf svona fara með kassan út og bara svona þetta lítur alltaf illa út við þurfum að fara að hugsa og tala eins og fullur fólk og vera ábyrg og ég vona stjórnvöld gera það og ég vona stéttarfélögin og atvinnulífið allt gera það við myndum erum í einhverjum lúxustað í raun og veru í samanburði við flestar aðra þjóðir sko. Og getum alveg prísað og kopjum sæla og eigum að vera bjartsýnavarandi næstu árin. Við getum verið með heila stéttir í 40% kulnun. Já, við getum komist upp með svona dellu og hundi linnir því að því þú veist, ég kannski nefndi þetta í einu með tveimur öðrum þáttum áður sko að því við höfum gengið svo svakalega langt í því að hækka laun hérna á Íslandi og jú, við höfum komist upp með það hingað til og ég hef sagt, þú skoðar þróun launavísitölunnar hérna í Íslandi frá held í 2013 þegar svona byrjaði loksins uppgangur til ársins í fyrra og launavísitala í Íslandi að hækka svona 120%. Á sama tíma hækkaði launavísitala svona þýskra verkamanna sem er svona standard fyrir bara eitthvað svona venjulega launamann í Þýskalandi cirka 15%. Þetta hefur þetta einhver áhrif þegar við erum að ganga svona miklu lengra heldur en aðra þjóðir í kringum okkur. Samlega því bara búið til alls konar störf hjá hinu opinbera. Já, þetta við séum að opinbera geiran alveg vaksa gríðarlega mikið. Það sem meira heldur en enga gerin eiginlega. Þótt að menn svona margir deila gæði gagna hvað það varðar. Þannig að við þurfum að fara okkur hægar í sakina hvað þessar hluti varðar. Við erum búin að taka alveg talsvert að láni held ég lífskjör og þess vegna þurfum við að fara hægar í sakina næsta árin vegna þess að það er ekki innistæða fyrir meiru. Já, það er eitt sem ég langar líka að vita. Íslandsbanki núna er bara gert ráð fyrir því að Íslandsbanki verði að seljast til þess að takast á við efnahagsaðstæður og til þess að fjármagna öll þau áform sem eru einhvern veginn, sko nú veldi ég fyrir mér, er þetta bara að takast? Að selja Íslandsbanka? Já. Í síðustu viku hefði ég sagt 100% já en síðan eins og við nefndum áðan hlutin byrjast rætt og núna held ég að aðstæður á markaði hafi ekki jafn slæmar frá því uppástugum heimsfaraldusins varandi óvissu og slíkt. Mun það setja strik í reikningin varandi sölu Íslandsbanka af því að maður hefur skilið þannig núna þetta við bara frumvarpið áframandi söluferli fyrir þingi og mun varðið náttúrulega afgreið þar bara á næstu vikum og stjórnvöld hafa verið að miða við það að hefja þá sölu strax eftir uppgjör fyrsta fjórðungs Íslandsbanka þannig að svona cirka fyrir hluta maímánaðar eftir þá mánuð. Ég veit ekki þetta er 42,5% hlutur ólíklegt að allur seldur í einu. Hvernig er það? Núna það er búið að leggja niður bankarsýsluna? Nú er þetta bara fjármálaráðuneytið sem er með verkefnið. Og eru þeir þá bara að fara útvista til aftur Íslandsbanka þá sem er að fara að selja sjálfum? Nei, það var tekið fyrir það að með þess að girt fyrir það í lögunum í fyrra sem þá er ekki svo samþykkti. Svo var aðeins gerð breyting á lögunum núna, þau eru að gera það með örlítið öðruvísi hætti ríkisstjórnin sem ég held að þetta sé breyting til þess betra. En það eru bara sömu ráðgjafar búið að ráða í fyrra sem er að sjá verkefnið. Þannig að þeir muni sjá það en formulega ábyrgðin er á höndum fjármálaráðuneytisins en ekki bankasýsluna eins og var síðast. Sáum að aðskilnaði fyrir þetta ekki skipta máli þegar áreyndi. High stakes fyrir Kristján núna maður sem að böstaði Bjarna. Já, þetta er, þú veist, hann að því nefndi, þú veist, geta selt allan hlutin í einu í maímánuði, þetta er cirka svona 100 milljarðar, þú veist, eða svona tæplega. Ef maður væri í þeirra spórum, þá myndum maður örugglega vilja, ef það sé hægt, selja þetta í einu vettvangi, að þið mögum nú séð að fengið reynslu að pólitíska áhættan eða selja banka er mjög mikil, það má ekki gera mikil mistök, hversu smávægileg þið eru og þótt að niðurstöðan sé gríðarlega hagfelld, allt fara á hliðina hennar. Þannig að ef þau geta farið í 1 hlutafjárútboð á banka í staðinn fyrir 2 þá munum við vantilega reyna að gera það þótt að muni því það mögulega læra verð fyrir ríkið
En þetta þetta að því nefndi hann að við erum í góður stöðu, það er gríðarlega miklir fjármunir inn í kerfinu sem eru á hliðarlínunni sem eru tilbúnir til að fara og vera ráðstafi að kaupa hluti í bankanum. Við sjáum eins og innlán heimilina eru í dag 1800 milljarðar. Fyrir 5 árum síðan voru þetta 1200 milljarðar. Þessu aukning sem verið undanfarnum árum sem bara speglun á góðum lífskjörum og fólk er hægt að vel og sparað eiginlega fáheyrð eiginlega frá því ég man eftir. Er eitthvað hlutfall þess samt að það hefur verið húsnæði árið dýrara? Þú veist, 33% aukning? Ja, þú veist, nei, ég meina húsnæði hækkað, ég veit ekki, þú veist, það er nú bara auður sem fólk á í steypu, sko. Þetta er þá peningur sem er eiga inn á bara innistæðu reikningum í bönkum og hann sem heimilin eiga og svo þetta eru skráðu félögin í Kauphöllinni núna búin að greiða cirka 80 milljarðar í arð til fjárfesta. Það er fyrir svona helmingu til lífeyrissjóða. Ég held að lífeyrissjóðun sé að setja þessum peningum sem þeir hafa fengið til að taka þátt í þessum bankaútboðinu. Ég bara spyr á þetta því að það er svo margir sem tala um það að það sé eitthvað, steypan sé að íta á verðbólguna og verðbólgan sé þá, þú veist svona, sé einhver öxull í því að íta á þetta. Það kannski bara ómikil... Nei, nema, þú veist, það er alveg rétt, menna, þú veist, húsnæðismarkaðurinn þetta hefur verið einn helsti drifkrafturinn að baki verðbólgu undanfarin ár. Það hefur þetta valdið því að vextir hafa verið hærri en ella og þar lendi fólk fengið betur kjör af innlánsreikningum sínum, þú veist, fólk fengið bara kjör sem slagar í stýrivexti hverju sinni, bara eftir mennið, þú veist, nánast 4% raunvexti og sem þetta partur af því hvað fólk og fjárfestar hafi verið seinir til að fara á hlutabréfamarkað og nokkur hann er svona lélugur. Það er ennþá bara rosalega þægilegt að vera með peningana sinna á innlánum og áhættulausum eignum sem er í boði á 4% raunvöxtum og þannig að þetta er alveg, þú veist, þá alveg partur á því að innlán hafa aukið svona mikið, fólk og fjárfestar hafa bara talið skynsamlegt að geyma peningana sinna þar og þeir sem hafa gert það hafa heldur betur haft rétt fyrir sér með þróun og undanfarið. Ég held að margir hafi bundið gríðarlega væntingar fyrir hlutabréfamarkaðnum á þessu ári. Við sáum að allar spá sem voru að koma opinberar og óumberar frá markaðsæðalum varðandi þróun á markaði þessu ári gerðu ráð fyrir 20-30% hækkunum, sumir voru jafnvel ennþá bjartsýnni. Það búið að vera mjög erfiðu tími 2-3 ár þar undan. Þannig að þeir sem ákveða að byrja að færa peningar sem þau hlutabréfamarkaðinn þess ári eru búin að tapa alls svakalega á meðan að hinir sem eru með peningar sem 8% innlána reikningum í bönkunum eða annar staðar prísa sér sælan og við sáum það með það ekki óheilbrigt fyrir svona lítið markaðskerfi? Það er ekki óheilbrigt að við séum með það lítið hvað ég var að segja, lítinn hvata til þess að vera að setja í hlutabréf? Jú, þú veist, það er ekki heppilegt að hann og ég held nú Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri har sagt það með þess að síðasta fundið að það væri erfitt fyrir hlutabréfamarkaðinn að keppa við 4% raunvexti. Vonandi fer það að breytast og það mun breytast þegar leið og raunvextinni lækka. Það bara sýnir sagan okkar. Við sáum það hvað gerist í COVID þegar raunvextur eru lágur og það var þetta tilgangur meðal því að beina fjármagni í áhættusamari fjárfestingar. Við viljum að fjármagn fari í áhættusamari fjárfestingar en að meðan að vaxtaumhverfið er með þessum hætti það sem fólk getur tekið enga áhættu en samt uppskorið ávöxtun sem er kannski 3-4% umfram verðbólgu þá er þetta ekki óvænt að flestir fara þá leið og þetta hefur svona partur af því hversu illa hefur gengið að byggja upp öflugan hlutabréfamarkað að það er ekki nægilega miklu hvatar hjá almenningi og fjárfestum að fara með fjármagnsið þangað og eins þá eru fyrirtæki ekki mikið að fara í ákveða að fara með félagin sinn í kaupina. Ég held að vera engin skráningu þessu ári, kemur mjög óvart. Svo er líka erlenda aðila, ég var að tala með Róbert Guðfinnsson fyrir ekki svo löngum, hann var að nefna þetta bara, það er mjög margir fjárfestar sem að segja bara ef ég get ekki keyrt þangað og verið komin heim kvöldið, sko, þá ég er með svo mörg tækifæri og að báða, sko. En nákvæmlega, ég meina þetta það er afskaplega lítið að erlendu fjárfestar með kaupilinni. Það eru erlendu fjárfestar
sem voru í Marel, svona þessum alþjóðlegu fyrirtækjum og einhver leiti í Alvotech, þótt að sé ekki mikið og af hverju ætti þeir að fjárfesta í íslensku félögum í Kauphöllinni. Helstu félögin í Kauphöllinni í Íslandi eru dálítið svona félög sem eru bara að starfa í búblun á Íslandi. Þetta eru rekstrarfélög, smásölu fyrirtækin, eða fasteignafélög, eða bankar og annað. Og alveg svo hefur eftir Róbert, af hverju ætti erlendu sjóður að fara í þetta? Þetta eru bara nákvæmlega eins fyrirtæki og geta fengið í heimaldinu sínu öðru löndum og ekki þurft að taka á sig áhættuna að kynna sér markað sem pingu lítill, gengisáhætt og annað. Af því að við erum ekki að bjóða erlendu fjárfestum fyrirtæki sem þeir raunverulega hefðu áhuga á. Hvað er edgi sem við getum þá skapað? Í hverju erum við best að gera? Við erum best í því að framleiða orku, endurnýja orku og þá eru það þau fjölmörgu orkufyrirtæki sem við eigum. Enginn má kaupa. Bara alls ekki, það skiptir engum máli hvort þú heitir Guðlaugur Þór Þórðarson eða Guðrún Hafsteinsdóttir eða Katrín Jakobsdóttir. Allir syngja þessu sömu möntru aftur og aftur. Þá komi alls ekki til greina að selja minni hluta í Landsvirkjun. Það væri bara frábært skref ef stjórnvöld myndu selja minni hluti í Landsvirkjun til Íslenska lífeyrissjóða og erlendra fagfestasjóða og þetta félag sem skráð á markað Ísland, ríkið héldi eftir meirhluta að vera með neitunarvald á allt, myndi ekkert breytast nema að kemi einkafjármálafélaginu, þekking og þetta er gríðarleg lyftistöng fyrir íslenskan hlutabréfamarkað. Erlendi fjárfestar myndu fara að kynnast íslensku viðskiptalífi, efnahagslífi, kaupum. Ráðningsáhrifin eru alveg gríðarleg. Og fjármunni, hvað heldur að Landsvirkjun sem verðmyndin á í dag? Sko, það er alveg vel á annað 1000 milljarða. Þannig að ef þeir seldu 30% hlutur, þá getur íslenska ríkið að geta átt vona því að fá pluss 300 milljarða fyrir það. Þannig að taka um önnur fyrirtæki, Orkuveitan, gríðarlega verðmætt fyrirtæki og svo framvegis og svo þetta þetta íslensku sjávarútvegur. Það er bara því miður þannig út af lagaumgjörunni að það er í raun og veru ómöguleiki fyrir erlenda fjárfesta að eignast einhvern hlut í þeim fyrirtækjum og það gerist nú meðlans þannig að það voru erlendur fjárfestingarsjóðir sem voru að kaupa hérna í íslensku félögum með Kauphöllin 2015-16 ítonum hans og þeir meðlans voru allt inni konum með einhvern smá hlut beint í HB Granda og síðan komst það upp og þeir eru að selja vegna þess að þeir mátt ekki eiga í þessu félagi, þetta gera það með einhverjum ákveðnum hætti mátt eiga mjög lítið hlut, þannig að við erum alltaf Erum við ekki bara smásálir? Jú, þetta er bara vel orðað sko. Við tölum oft mikið að vilja að fá við tölum fyrir mikilvæg þess að eiga fjölbreytta atvinnulíf og fjölbreytta fjárfesta og slíkt, en þegar á reynir þá viljum við ekkert fá erlenda fjárfesta. En núna er það aðeins að opna það má ekki fjárfesta í Ísafja, það mátti eiginlega helst ekki fjárfesta í Mílu og svo framvegis. En það er kannski, sko, núna til dæmis aðeins byrja að tala aftur drekasvæði, það er alveg eitthvað að losna kannski umræðu og kannski munu koma til með að vera tækifæri. Ég verði eiginlega samt, ég get ekki sleppt þér aðeins að spyrja, sko, hvað gerist ef þeim tekst ekki að selja Íslandsbanka? Þú veist, hver er sviðsmyndin? Er það bara... Nei, það er kannski ekki hamfarir, en þú veist, það er þetta verið eins og nefndir á, það verður ekki ráð fyrir sí fjárlögum, 100 milljörðum á þessu ári og næsta, það verður selt í 2 skömmtum, þá er þetta bara því það að ríki þarf að leita meira út á skuldabréfamarkað og það er að sækja sér fjármagnu útgáfu og skuldabrjöf með að fara aftur að gefa út ríkisvíxla og slíkt og það hefur neikvæð rauningsári, þá dregur það möguleg fjármagnur sem hefði farið öðrum kosti í hlutabrif eitthvað annað fyrir þessa pappíra. Það veldur því að það verður þá vextir á markaði vera hærri en ella og ríkið þá þarf að bera hærri vaxta kostnað í 1-2 ár heldur en ella. Þannig að það er mjög slæmt og ég skinn ekki annað en að heldur að það er alveg fullur einugur í ríkisstjórninni að klára þetta verkefni. Og ég vona að það takist bara vel til í því. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Hörður Ægjarsson, ritstjóri Innherja, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk sömuleiðis. Don't take refuge in the false security of consensus. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time.